Halló og verið velkomin í Minecraft allar breytingarnar, þátt 2. Woohoo! Í dag ætlum við að læra að sjá í myrkri. Gökkiborg. Af því að það er rosa mikilvægt í Minecraft, eins og eiginlega allir vita, að fara neðanjarðar og grafa löng göng og finna alls konar skemmtilega dýrmæta hluti ofan í jörðinni. En það er rosa mikið myrkur inn í öllum hellum. Mér leiðist að safna svona kyndlum til þess að kynda og lýsa upp alla hellana. Þannig að það sem við ætlum að gera í dag er við ætlum að búa til hjálm. Þessi hérna, Dark Helm heitir. Dökkur hjálmur og við ætlum að töfra hann í gang þannig að hann gefa okkur nætursjón, sjá í myrkri. Við ætlum að byrja á því að fara upp á aðra hæð notandi liftuna sem við gerum í síðasta þætti, og það sem við þurfum að gera er við þurfum að byrja á því að búa til Potion of Night Vision eða svona nætursjónstrykk sem að gefur okkur sjón í myrkri í 3 mínútur, og til þess þurfum við að vera með svona brewing stand sem er svona bruggunarprigg eða bruggunarstandur sem að leyfir manni að brugga alls kyns drykki sem að gefa manni svona skemmtilega eiginleika. Og til þess að brugga svona Potion of Night Vision þá þurfum við eina gyllta gulrót og svo þurfum við Awkward Potion eða vandræðilega drykki sem gerir ekki neitt, og við búum þá til með því að nota Netherwort, svona blóm úr Netherin. Og þá þurfum við að fara upp á 3. hæð. Ég elska að nota þetta. Og við getum leitað að Netherwort. Búp. Og þessi tölva kom inn á milli þátta sem er sjúklega sniðug, af því að hún leyfir mér að skoða allar þessar kistur sem ég er búinn að setja upp hérna. Ég get haft aðgang að öllu dótinu sem er í öllum kistunum án þess að þurfa að skoða þær allar, og það er meira að segja hægt að leita að hverju sem er. Leita brauð og búm, og fæ brauð. Sjótt smá brauð og fengi mér að borða það. Já. Má ég fá mér að borða? Hello? Ég er að taka skjöldina mér. Þá má ég fá mér að borða. Gott brauð. Svo fyrir við aftur á aðra hæð og tökum við hvort, setjum það hérna. Þá bublar og bublar og bublar. Sjáum við. Heyrist og færist. Alveg að koma, alveg að vera til. En við erum með gull tilbúið. Erum við með gullrót? Það er. Skoðum pókan okkar. Við eigum ber. Við eigum fullt af öðru dóti. Við virðumst ekki eiga neinar gullrætur. Ok, og hvað er að gera í því? Eigum við gullrætur í tölvunni hérna á 3. hæð. Aha! Búp! Ein gulrót. Geggjað. Algjör snill. Þá tökum við gullið, breytum því í gold nuggets eða svona litla gullbita, og svo tökum við hérna gullrótina og þegjum hana í gulli. Fáum gullrót. Grænmeti. Ég held að maður geti samt ekki borðað í alvörunni gullrót sem væri þakin gulli. Ég held að hún var ekki með góð bragðið. Bam! Skellum þessu hérna inn. Golden carrot, gullrót að detta í, og ætlar að búa til potion. Síðan það sem við þurfum að gera. Eða þetta er tilbúið. Kom svona skemmtilegt hljóð. Local brewery. Fengum achievement. Það sem við þurfum síðan núna að gera er að við þurfum að taka hérna Vibrant Alloy.
Vibrant alloys búið til, taka gold, setja þetta allt saman og búið til vibrant crystal eða svona orkukristall af því að hjálmurinn sem við erum að fara að nota, hann þarf orku til þess að gera og það kostar 4 level, ég er með 23 þannig að það er allt í góðu. Þá er hann orðið empowered sem notar sem því að hann er hægt að geima orku í honum. Það er eiginlega búin að vera búin að setja batteri í hann hjálm. Ég umgeði síðan núna erum við tekið hjálminn og potion of night vision, nætursýn og hjálmurinn á að vera komin með nætursjón núna. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að fara nei, það er bara meira að segja alveg að koma nótt, hversu heppilegt sko, tunglið er komið upp og sólin er að setjast hérna með sjá hvað er fallegt hérna hjá. Það er endar afskaplega ljótur skóur hérna fyrir neðan, við þurfum einhvern tímann að taka hann út. En ok, maður sjá, við skulum prófa að setja hjálminn á. God! Það sjá þetta? Lítið út eins og Batman. I'm Batman! Sjá, ég get meira að segja flogið eins og Batman. I am Batman. Ég sé þetta ekkert hvað þið er að fara. Oh my god, ok. Svona, ok. Stopp nú og við erum komin á réttan stað, geggja. Ok. En sjáum svona ekkert sérstaklega vel í myrkur. Það er við í... Svo ég held að við gætum þurft leita. Aha. Night vision er mert á dótið. Við getum gert setta bara á þennan takka og sjáum hvort það virki. Úlala, sjáuði munin maður. Hversu geggjað. Sjá miklu meira í myrkrinu. Sjá miklu lengra líka. Þannig að til dæmis núna getum við farið. Það er það sem ég er búin að vera svo ógeðslega spenntur fyrir. Nei. Ég kemst ekki inn. Svona, ok, kikja. Nú komumst við niður hér. Þegar hérna erum við búin að byggja. Oh my god. Svona, boom, þannig kemur það. Hér erum við búin að byggja portal. Eða svona vítarhlið inn í aðra vít. Og hér erum við nefnilega í svona mining dimension. Eða svona sérstakri vít sem að gengur út á það að fara og grafa sig onni í jörðina og finna allskins þessar gersemenn eins og demanta og gull og annað þessu dóti sem við erum alltaf að leitast eftir í Minecraft. Án þess að þurfa að eyðileggja heiminn þar sem ég er að byggja húsið mitt og eitthvað þannig. Hér get ég fundið endalaust að dóti að því að bara hér er bara land lengra en augað sér. En það sem þýðir núna er sem er svo geggjað, við getum fara hérna niður og við bara, sko, ok, slökka á. Ég var með klifurhanskan í gangi og þá bara klifur maður allavega ekki. Þannig eins og núna, þá sjáum við bara eiginlega ekki nýtt. Það er bara rosa lítið. Þið sjáðu meira þess að bara aðeins betur en ég. En ef við ítum á takkan. Vá, hvað sjá miklu betur. Þetta er bara geggjað, sko. Svo gröfum okkur svona aðeins niður hérna, svona. Þá getum við haldið áfram að grafa með hamrinum. Og núna getum við bara að grafa eftir allskins gersemum bara eins og mikið að maður vill. En það náttúrulega tekur alltaf smá tíma að grafa sér djúpt ofan í jörðina. Við erum núna í 79 í hæð. Ég þarf að fara niður í, má ég sjá, að því að ég nefnilega er að leita mér járni og getum við skoða hérna á járn hérna á hnöttin. Segir okkur að inn í mining world vítin sem við erum í núna sem er vít -6 sem er skemmtilegt að þá á 58. hæð í hæð 58 að þá eru 1,2% líkur á járni sem eru eiginlega hæstu líkurnar á járni sem við fáum
fyrir utan á hæð eins og hérna 41 og 15. Þannig við ætlum að fara niður á 58 og byrja að leita að járni. Það er það sem mig vantar alveg langum. Við erum komin niður á 79 núna, þannig við erum að fara aðeins lengra niður. Þetta dirt, þetta mold út allt. Kól, það er gott að fá kól. Því að þó við sjáum í myrkri þá er samt að það landa kól fyrir rosa mikið að mismunandi hlutum núna. Ok. Nú er ég aðeins búinn að skemma þetta því ég er alltaf með hamar. Mjög skemmtilegt að í þessum það er breyting í þessum pakka. Yfir mér það hamar sem hefur mér að grafa 9 kubba í einu í staðinn fyrir bara 1 í einu sem er venjulegt. Þannig að það er brilliant að sjá hvað ég gref miklu hraðar núna heldur en ef ég væri að nota bara venjuleg tól og tæki sko. Og sjá hvert erum við komin núna, við erum komin neyra á 65, alveg að koma hjá okkur. Það er hérna, geti verið, sé hraun, fljótandi hraun álátt okkur. Við erum komin neyra núna 61, eins meiri mold hérna sem við þurfum að hreinsa út. Eins og svakalega hraða skóflu, hún alveg bara étur moldina í sig eins og enginn sé. Smá meira sem við þurfum að grafa með venjulegu græjunni þegar ég er alltaf að skemma sko kerfið fyrir mér hérna sko. Smá meiri kól, algjör snild. Það verða komin er á 56, þá í 57, við ekki verið í kringum 58, jú. Við erum svona í kringum 57, þá erum við að grafa bæði svona upp og aðeins fyrir neðan líka. Það sem við getum gert er að við getum í raun og verið sko, verið cirka bát hér, já. Við ætlum að grafa út smá svona rými hérna. Við getum notað sko til þess að stoppa og grafa okkur í raun og veru í allar átt. Til þess leita í járni. Það er smá skipuleggi það. Í línu. Gröfum okkur aðeins meira áfram. Hamarinn okkar brotna. Það er nefnilega eiginlega spurning sko, hvort við ættum ekki að fara laga hamarinn okkar og meiri segja gera hann betri. Við getum, oh my god, sjáðu hvað mikið myrkur við slekka á, þú veist, það er svolítið mikill munur á þessu hérna tvennu sko. Þessaður. Við ætlum að gera slash home til þess að fara heim. Ljúga heim. Blúpp. Ógeðslega þægilegt að gera svona sko. Mér finnst það frábært sko. Við fengum 24 járn, við erum með sem er 4 demanta á læti sko. Það er bara ekki það. Og allir sýna ykkur hversu sniðugt geymslukerfið okkar er. Því að núna get ég bara að opna svona og bara sett bara allt sem ég vil beint inn í vélina og hún bara sogar það allt inn og geymir það fyrir mig. Svo bara ef mér vantar eitthvað, mér vantar demanta. Búm, hérna eru 4 demantarnir, þeir eru bara komnir. Hversu geggja. Algjör snilt. Þannig að núna þurfum við að laga hamarinn okkar. Þá fyrir við hérna niður á fyrstu hæð. Halló, herra Creeper, þú ert bara mættur í heimsókn. Þú er fastur í hurðinni minni eða? Ok. Já, ok, ég ætla að reyna að láta hann ekki springa inn í hjá mér, þannig að, það hefði verið svolítið vondi á hann eða sprungið hérna inni. En það sem við getum gert er að við laga hamarinn svona.
En þessi hamar ekki alveg nógu góður, þannig að það sem við getum gert að við getum lagað betrum bætt hamarinn. En til þess þá þurfum við að kíkja í heimsókn til vina minna hérna í næsta húsi. Að fljúga bara yfir til þeirra. Af því að því að þeir eru með svona smeltery. Ákveðna græju. Það er eiginlega járnsmiðum. Nútíma tækni. Bland við það sem járnsmiðir notuðu í gamla daga. Smeltery notuðu bræða málma og alls konar og hérna er hægt að vinna, laga og breyta öllum tólunum og tækjunum. Þannig að ég ætla að prófa að búa til skipta út handfanginu á hamrinu mínum hann er með 3 handfang þessi hamar. Sjáðu það er með brúnt svona handfang hérna. Sjáðu það. Ég held á honum og þetta ekki sjá það líka að það er brúnt handfangið á honum. Ég ætla að skipta því út fyrir svo kallaðan kóboltmálm sem er svona blár málmur. Hann er mjög sterkur og öflugur málmur sem að gera okkur kleift að grafa lengur og meira með hamrinum. En það gæti að smá gull líka gæti vant. Þá þurfum við sjá einhver á þessum sniðu game chest sjá tóm líka bara, ok voruð til þessum já og hvað með þessa hérna nei, ok ekki þessi heldur hvað með þessa hérna þá þetta svo aha, þetta er svo sem ég er að leita að og mig vantar svona tough tool rod eða svona þykkara handfang. Það er til svona þunnt handfang og svo þykkt handfang því að þessi hamar er svo stór. Já, þegar við skoðum hérna er hamarinn, klikkum á hann og skoðum, þá þurfum við tough tool rod, svona stórt handfang, við þurfum hamarshaus og svo þurfum við 2 stórar plötur sem eru settar svona á hliðin á hamrinum. En við náttúrulega erum búin að búa til hamarinn þannig að við ætlum bara að breyta honum þannig að við þurfum bara að passa upp á það að við séum með tough tool rod sem er svona þykkt handfang og svo gerum við tökum þetta og við smellum því hér að þetta er svona mót og við ætlum að hella málminum ofan í mótið og við ætlum fyrst að taka sjá, hvað þurfum við mikið málm? Við þurfum 3 bita af kóbolt ok þá tökum við 1, 2, 3 hendum þeim beint hérna inn og svo byrja þeir að bráðna og hérna er fullt af mismunandi málmi með þess að smá blóð af því að það datt ykkur ofan í það datt ykkur einn onni daginn það var mjög fyndið svo sjáum við kubbana bráðna og svo hellum við málminum hérna og þá getum við skipt út handfanginu á hamrinum og gert það miklu betri en þá endist hann allavega miklu lengur áður en hann brotnar já, bíðum við bara aðeins róleg hvað þetta tekur ógeðslega langan tíma ég er ekki svona þolinmóður ég ætla bara að borða appelsínur á meðan ég skal appelsínur má ég borða appelsínur nei, ég er alltaf með skjöld akkur má ég ekki borða appelsínur meðan ég er að borða með skjöld hello, má ég borða appelsínur geta að borða þessar appelsínur, er það ekki? Nei, ég bara geta víst ekki. Gert eitthvað við þessar appelsínur, getum við notað appelsínar í eitthvað. Það er geta búið til pemmican, ég veit ekkert hvað það er. Við getum búið til appelsínu jógúrt, eða appelsínu smoothie, eða appelsínu safa, eða appelsínu. Svona hérna appelsínu marmelaði
og böku, appelsínu kjúkling, vá, ég bara Kung Pao kjúkling og Jaffa köku, það eru svona litlar súkkulaðikökur sem eru fylltar með svona já, með svona appelsínu kremi, það eru rosa góðar. Ok, við sjáum við, búm, hérna, núna erum við komið 3 molten cobalt, þannig að þá hellum við hérna í, sko. Að sjá hvað þetta töff. Þetta sko eitt af uppáhaldsbreytinguna mínum úr Minecraft. Hún þessi heitir Tinker's Construct, sem þýðir raun og verið það að þegar maður að tinkra við eitthvað, þá maður svona að prófa sig áfram og fikta og laga og breyta einhverju og hvernig. Þannig að nú erum við komið með Cobalt Tough Tool Rod. Þykkt handfang úr Cobalt, þannig að það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að taka hérna, við ætlum að taka hamarinn okkar og við ætlum að setja hérna Cobalt Tool Rod og þá förum við í sko, sjáum við hérna Durability sem hversu lengi hamarinn endist hjá okkur, það fer úr 289 yfir í 416, þannig að við næstu í 2-földum eiginleikan sko hjá hamarinnum, sem náttúrulega bara algjör snill. Þannig að það sem við gerum, við tökum bara hamarinn og bada bing, bada boom, þetta er tilbúin. Tökum við þetta, setjum þetta aftur á sinn stað, ploppum þessu hérna aftur inn, brjótum þetta, setjum það aftur í pokan, göngum frá pokanum og núna getum við farið aftur niður í víddina okkar sem að leyfa okkur að grafa og leitast eftir fleira skemmtilegu dóti. Við geymum öll portalin okkar sem eru hlutir sem að hleypa manni, þetta eru svona víddargáttir sem að hleypa okkur inn í nýjar víddir, geymum þar allar hérna. Það munu koma ein hérna í viðbót til að fara í netherið, sem ég býst við að maður gæti kallað helvíti á íslensku, en ég samt ekki sammála því. Ég finnst það vera pínu skrítið, kallaða það. Við erum meira að segja bara má ég komast hérna? Já, takk. Ok, við erum aftur komin hérna á réttan stað, þannig að núna getum við farið aftur að nota hamarinn okkar. Við ættum að sjá hvað hann ætti að grafa. Hann grefur hraðar og endist lengur. Algjör snild. Og við getum ennþá lagað hann bara með steinum, sem ástæðan fyrir því að ég ekki búinn að betrumbæta hann allt of mikið. Því að við betrumbætum hann allt of mikið. Við erum bara ekki að finna. Við erum samt að grafa okkur. Og við fundum járn, smá járn, hversu geggjað. Meðan þá gröfum okkur bara aðeins lengra að sjá hvort ég finni hérna það bráðnar hraun hérna. Er hraun. Anna. Þetta er svolítið töff, bara svona lítið. Getið komið hingað til að svona hlýja sér. Hafa það kósí. Hvað tókst það? Fundum í járn. Þessu geggjað. Því að ég meina, sjáðu hvað við myndum sjá, bara ekki neitt, þú veist, ok, það kemur ljós hérna, sko, en við sæjum bara ekki neitt ef við værum ekki með svona nætursjón, sko. Hún er algjör snild, hún mun hjálpa okkur ógeðslega mikið við það að halda áfram að grafa sjúklega löng og flott göng, svona hérna niður í jörðinni og annars staðar líka þegar við erum að skoða hættulegar dýblissur fullar af skrimslum, þá getum við séð nákvæmlega hvar öll skrimslin eru þó þau sé að fela sig í myrkrinu. Þannig að þetta er bara alveg geggjað. Takk kærlega fyrir að líta við og ég vona að hafi notið myndbandsins. Við sjáumst síðan í næsta þætti. Bye!